Góðir áhorfendur, takk fyrir að gefa ykkur tíma í nokkra mínútur til þess að hlusta. Sem samkynhneigður Íslendingur vil ég byrja á því að þakka fyrir stórkostlegar framfarir í réttindabaráttu okkar síðustu 20 árin. Viðhorf þjóðarinnar til samkynhneigðra breyttist hratt til hins betra á loka áratug síðustu aldar og í byrjun þessarar. Það er ekki sjálfgefið að eiga góða þjóð að. Allt og margt samkynhneigt fólk á enn lífshættulega þraut að þreyja til að öðla jafnan rétt til lífs og væris. Enn er samkynhneigð refsiverð í mörgum löndum. Sums staðar er samkynhneigt fólk tekið af lífi fyrir að vera það sjálft og fyrir ástina. Homófóbía er raunverulegt vandamál og ég sendi bræðrum mínum og systrum heim allan baráttukveðjur mínar og samhug. Á Íslandi og víða hinn vestræna heim hefur homófóbía tekið á sig nýja mynd. Hún er orðin kerfislæg og jafnvel viðurkennd innan samtaka og hreyfinga sem upprunalega voru stofnuð til að fara með hagsmuni samkynhneigðra og hafa réttindabaráttu okkar í fyrirrúmi. Samtök eins og ACLU í Bandaríkjunum, Stonewall í Bretlandi, ILGA sem meðal annars gefur út regnbogakortið fræga, LLH í Noregi sem síðar varð að samtökunum Free, samtök homo og lesbía, samtökin 78 á Íslandi sem nú heitir félag hinsegin fólks. Og hefur því tekið að sér að jaðarsetja okkur eiginlega enn frekar með þeim merkimiða. Og þetta eru bara örfá samtök sem ég nefni hér. Núna er hins vegar bælirinn hjá okkur orðinn fullur og komið að kaflaskilum. Við erum samkynhneigð og ekki hinsegin. Gay, not queer. Queer eða hinsegin er jafn mikið skammaryrði og orðið öfuguggi eða faggi. Forsvarsmenn samtaka sem kenna sig við þessi orð mega reyna að telja fólki trú að þessi orð séu í lagi, þangað til að þau verða bláir í framan. Sjálfur er ég fórnarlamb fólskulegra líkamsárásar í North Acton í Lundunum fyrir 14 árum og er með djúp ör á sálinni eftir að hafa verið kallaður queer og fag eða hinsegin og öfuguggi meðan höggin, spörkin og hrákaslumurnar dundu á mér. Síðasta áratuginn hafa orðið til afar sár og erfið deilumál innan þessara regnbogahreyfingar sem kennir sig við hinsegin. Öll þessi samtök sem hafa yfirgefið samkynhneigt fólk eru nú einum rómi að tala málefnum kynjafræðinga og sértrúarsafnaðar sem ég kýs að nefna vottavökula eða the woke witnesses. Árið 2015 fór ég að taka eftir mikilli breytingu á orðræðu transaktivista víða innan hreyfingar okkar. Ekki aðeins í hinum enskumælandi heimi þar sem ég er aðsetur, heldur einnig á Íslandi og hinum Norðurlöndunum þar sem ég ólst upp, menntaði mig og starfaði áður. Krafan að hafna hlutlægum raunveruleika eins og líffræðilegu kyni og samþykkja þegjandi og hljóðalaust að svokölluð kynvitund sé æðri hlutlægum raunveruleika. Ef ég til dæmis myndi ekki vilja sænga hjá Ef ég myndi ekki vilja sænga hjá manneski sem segist vera samkynhneigður karlmaður en er með kynfæri konu, þá yrði ég sakaður transfóbíu. Þessi breyting stakk mig og fleiri illa. Einnig er það orðið ljóst að fyrir tilstuðlan kynjafræðinga og transaktivista eru mörk á milli blætis og kynhneigðar orðin óljós. Til að mynda fekk BDSM-félagið inngöngu inn í samtökin 78 og samtökin upp á sitt einsdæmi ákváðu að skilgreina blætið sem kynhneigð. Svo að það sé alveg skýrt, kyn mannfólksins eru 2. Innan þessara tveggja kynja rúmast í sjálfgefum undantekningatilfellum frávik, en þau breyta ekki þeirri staðreynd að við erum annaðhvort karl eða kona, aldrei bæði og aldrei hvorugt. Kynhneigðirnar eru þar af leiðandi 3.
Flestir eru gagnkynhneigðir, sumir tvíkynhneigðir og svo aðra við sem erum samkynhneigð. Af hverju mikilvægt að taka þetta fram? Jú, vegna þess að huglægur raunveruleiki sumra sem kenna sig við akademíska kynjafræði og tengdar hreyfingar hafa á síðustu árum haslað sér völl í uppeldisstofnunum okkar, stjórnsýslunni almennt og eru farin að hafa óæskileg áhrif á löggjafann. Ef líffræðilegt kyn skipti ekki máli, þá væru kynhneigðir ekki til. Þá missa konur rétt til þess að vera aðskildar frá körlum í viðkvæmum aðstæðum, til dæmis í búningsklefum, á heilsuverndastofnunum, í fangelsum, kvennaathvörfum og víðar. Kynjafræði og hinsegin hreyfingin veit að hún stendur á brauðfótum. Þess vegna eru fulltrúar hennar ólmir í að setja múl á okkur og banna okkur að gagnrýna sig og spyrja erfiðra spurninga. Þannig vilja þau láta heilbrigða gagnrýni flokkast sem hatursorðræðu. Á síðustu árum hefur einnig orðið sú grundvallarbreyting að börn eru lent í miðdepli baráttu kynjafræði og hinsegin hreyfingarinnar, svokölluð transbörn. Á 15 árum hafa samtökin 78 breyst úr því að vera félagsskapur fyrir fullorðið fólk með aðgengi að bókasafni og einstaka bjórkvöldi yfir í það að vera félagsheimili fyrir börn og unglinga. Þau eru orðin rugluð í rýminu og eru óttaslegin við að þurfa að fást við hinn ægilega sjúkdóm sem kynþroskaskeiðið er. Kynjafræðingar hafa óáreittir fengið að boða fagnaðarerindi kynjakökukalsins. Þeir hafa náð að gera börn álíka hrædd við kynþroskan og þau eru orðin við hlýnun jarðar. Þegar óskað var eftir fræðslu í skólanum til að byrja með, var átt við að samkynhneigð yrði kynnt sem möguleg eðlileg kynhneigð í kynfræðslu á unglingastigi. Afneitun á hlutlægum staðreyndum var aldrei á dagskrá. Markmiðið var aldrei að fara með þessa fræðslu inn í leikskólana og aldrei á yngstu stigin í grunnskólunum. September 2021 vorum við nokkuð sem tókum okkur til og stofnuðum LGBT-teymið og það var eins og allt ætlaði koll að keyra. Áður en við fengum að tjá okkur vorum við sökuð að vera transfóbísk hatursamtök og þar fram eftir götunum. Hinsegin samfélagið segist fagna fjölbreytileikunum en fögnuðurinn virðist aðeins ná yfir útlit fólks. Fjölbreytileiki sjónarmiða er alls ekki liðinn. Enda hefur mér persónulega verið ýtt út úr öllum umræðuhópum hinsegin fólks og ég hef fengið að reiða mig á einkaframtakið til að ná til fólks. Vissulega hægði þessi útskúfun á okkur og tók mikið á sum okkar. Sum okkar hættu einfaldlega að koma fram með nafn og mynd. Og sökum þess að ég bý erlendis, þá hef ég bara tekið það hlutverk að mér að tala okkar máli. Ég er í góðri stöðu, er giftur, sjálfstæður og það er ekkert hægt að taka frá mér. Það er samsagt ekki hægt að slaufa mér. Ég tek sjálfur ekki þátt í þeirri ómenningu vottavökula. Í febrúar á þessu ári var LGBT-teymið lagt niður í þáverandi mynd og samtökin 22 stofnuð. Við erum hagsmunasamtök samkynhneigðra. Allt okkar starf er sjálfboðavinna og við höfum aldrei beðið neinn að styrkja okkur. Við ætlum að halda starfinu þannig áfram en við teljum mikilvægt að starfsemin verði ekki skilgreind sem kostuð. Við eigum systursamtök víða heim sem starfa sem LGBT-samtök að fyrirmynd LGBT Alliance í Bretlandi. Öll þessi félög eru óháð hvort öðru en eiga þó í samvinnu. Á föstudaginn síðastliðinn héldu LGBT Alliance ásamt systursamtökunum málþing í ráðstefnumiðstöð Elísabetar annarar Bretadrottningar í Lundúnum. Þeir sem hafa fylgst með mér á samskiptamiðlum, greinaskrifum og í viðtölum vita að ég er mjög gagnrýninn á lög kynrænt sjálfræði frá árinu 2019.
Einnig frumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson og þingmanns og fleiri varðar breytingu á almennum hegningarlögum sem eiga að banna svokallaðar bælingameðferðir eða conversion therapy á ensku. Að lokum frumvarpið sem miðar að því að koma orðskrípum samtaka kynjafræðinga inn í íslenska löggjöf. Samtökin 22 hafna því að börn séu trans. Við höfnum því að fólk sé fætt í röngum líkama. Við höfnum því að kynvitund sé eitthvað sem telst til hlutlægs veruleika. Þess vegna er ómögulegt að setja lög vernd kynvitundar. Það stenst ekki neina skoðun. Að trúa á kynvitund er jafn trúarlegs eðlis og trúa til dæmis á endurfæðinguna. Á næstu dögum og vikum ætla ég að vera virkur á YouTube-rás minni. Ég mun fá til mín ýmsa gesti til að hjálpa áhugasömum að fá betri yfirsýn yfir þetta klúður og hvernig Alþingi og heilbrigðisstéttin hafa verið leitt í gildru kynjafræðinga. Ég mun eiga samtöl við lögfræðinga, heilbrigðisstarfsmenn, fólk sem fórnarlömb óafturkræfra aðgerða, samkynhneigðra rannsóknarblaðamenn og fleiri. Bretland hætt öllum translækningum barna. Það eru góðar ástæður fyrir því. Bandaríkjamenn eru að byrja að átta sig á þessu og það heldur ekki að ástæðulausu. Á meðan umfjöllun minni stendur skora ég á Katrínu Jakobsdóttur að setja starfshóp hatursorðræðu í biðstöðu. Ég hafði samband við forsætisráðuneytið í vikunni og bað að fá að vera viðstaddur næsta fund sem verður haldinn þriðjudaginn 25. október næstkomandi í gegnum fjarfundabúnað. Því var synjað. Ég skora á Alþingismenn að eiga við okkur samtal. Við skorum á Hönnu Katrínu Friðriksson ásamt þeim sem leggja fram frumvarpið breytingar á hegningarlögum að setja það í bið. Þetta mál er miklu stærra í sniðum en örlítil breyting á hegningarlögum. Frumvarpið á heima í samráðsgátt stjórnvalda. Þetta mál snertir fjölmargar stéttir í heilbrigðis- og uppeldisgeirunum. Þær stéttir verða að fá tækifæri til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Auk þess eiga trúfélögin líka rétt á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og vitaskuld allir þeir sem þetta mál snertir. Það eina krafan, að þetta mál fái lýðræðislegt ferli í samráði og svo þinglega meðferð. Núna verðum við að standa saman, öll. Við skuldum komandi kynslóðum það. Takk fyrir að hlusta.